Jæja, hot topic. María má byrja því að Já. jú, þú gerir sem heitir eða gervigreindin. Já, sko, ég ætla bara, þetta er sem sagt svona sér co-pilot skrásetjara. Hægri myndin er manneskja að skrá og svo spurði ég líka hvernig lítur vélmenni út sem er að skrá og það er þarna vinstra megin. En ég held nú ekkert að sé alveg svona dramatískt breytingarnar sem eru framundan. En sjáum til hvað þið segir. Já, ég ætla að byrja að predika aðeins yfir ykkur áður en að María fær að vera með skemmtilega partinn og sýna ykkur alveg svona hvernig þetta virkar. Eins og Doddi sagði þá er sem sagt komin fítur í Ölmu sem að býður upp á að nota gervigreindina til þess að búa til bókfræðifærslur og líka til þess að auðga eldri færslur. Þetta er gert sem sagt með því að nota svona mállíkön og spunagreind, ég þurfti að fletta upp hvað þetta heitir á íslensku sko, til þess að meta myndir sem eru sendar inn af viðföngunum sjálfum og búa til bókfræðifærslur á Mark 21 út frá því. Nú veit ég ekki hvort þeir eru jafn miklu nördar og ég, en það fyrsta sem ég notaði gervigreind til þess að gera var að prófa að skrá bók með gervigreind. Þannig að kannski hafa einhverjir aðrir gert það líka, bara þá með þessum gervigreindatólum sem að eru aðgengileg bara öllum, ChatGPT eða Copilot eða hvað sem það er sem að er í boði í þessum frumskógi. Og þá er þetta náttúrulega bara svona spjall. Bara, ég hef sendt inn myndir og svo er ég bara að spjalla og ég fæ einhverja bókfræðifærslu og svo segi ég nei, ekki svona, ég vil að þú fylgir þessum hérna staðli eða notir þessar hérna leiðbeiningar eða eitthvað svoleiðis og þá fæ ég uppfærða færslu. Gervigreindin í Ölmu er ekki svona. Það er þannig sem sagt að það er rosa mikið í gangi í bakendanum sem að skrástjórar hafa enga stjórn yfir og meiri segja við sem að erum með einhvers konar kerfisstjóra heimild getum mjög lítið átt við. Allar kvaðningarnar, þannig að promptarnir sem að gervigreindin er spurð af, það er bara eitthvað sem Ex Libris ræður yfir og við höfum ekkert stjórn á því. Og þegar þeir eru búin að fá færslu, þegar ferlið er búið að fara af stað og þeir eru komið með drög af færslu í lýsigagnarítilin ykkar, þá er það bara færslan. En stundum virðast það samt breytast eitthvað en það er ekkert eitthvað sem er beðið það gerist bara. Þannig að þetta er ekki svona spjallmenni, þetta er bara verkferill sem fer í gang og klárast. Og eins og staðan í dag er sem sagt að nota þarna GTP 4.1 líkan frá OpenAI en ég veit ekkert hvort að það heldur áfram að vera þannig eða hvenær það uppfærist eða eitthvað svoleiðis. Við höfum tekið eftir því að það er allt breytist mjög hratt í þessu. En þrátt fyrir þetta sé svona þá höfum við samt alveg, einhverju leið til að hafa áhrif og það sem skiptir náttúrulega mestu máli er hvað við látum gervigreindina hafa. Hvaða parta af viðfanginu við tökum myndir af og látum hann hafa. Það hefur langmest áhrif á niðurstöðurnar. Og svo er átt að opna svona form áður en þið sendið þetta stað og þar er svona aðeins hægt að eiga við þetta að ráða, hvað þið biðjið og eitthvað hægt að hafa aðeins áhrif á, notar einhvers konar OCR til að lesa textan á myndunum, það er hægt að velja ykkur nokkra mismunandi fítusa. Þannig að þetta er líka bara spurning að prófa svolítið áfram. Og síðan það sem við getum svona mest stilt eru svokallaðar normalization reglur, það sem að margir kannast við sem fix. Það eru reglur sem eru stiltar sérstaklega fyrir gegni og þetta er nú þegar á öllum færslum sem eru sóttar í erlenda gagnagrunna og það er bara eins, það keyrist á gervigreindarfærsluna áður en að skrástjórinn sér hana. Þetta hefur áhrif á að hlutverkaheiti og 330 svið birtast oftast á íslensku og svo setjum við líka inn, við merkjum þessar færslur rækilega í bak og fyrir. Það fer ekkert milli mála að það er gervigreind sem var notuð til þess að búa til þessar færslur. Þannig að þrátt fyrir allt þetta þá eru niðurstöðurnar mjög breytilegar. Við höfum alveg prófað að setja inn nákvæmlega sömu myndir einn daginn, fáum færslu og svo daginn eftir prófum við og fáum allt öðruvísi færslur. Þannig að það er bara alls ekki hægt að treysta á einhvers konar samsvarandi niðurstöður í hvert einasta skipti.
Já, eins og ég sagði þá þetta alveg merkt í bak og fyrir og mögulega hafa einhver ykkar rekist á svona færslu. Það eru eitthvað nokkra færslur komnar inn í kerfið bara út frá því að skráningaráði búið að vera að prófa og það sem kemur úr þessum normalization reglum er 040 sviðið og 588. Ég veit það er á ensku og íslensku, ég er búin að reyna að ná því út en það virkar ekki, ég er ennþá að reyna. Við viljum allavega hafa þetta á íslensku. En þó að þið myndi fara inn í þessa færslu og eyða út þessum merkingum þá getið þið samt ekki strókað út merkinum að þetta sé gervigreindarfærsla af því að Alma merkir færslurnar líka alveg óháð einhverjum marksviðum með svona stjörnum og þær eru víða, þú veist, þær eru leita niðurstöðunum og í lýsingagnarritlinum og bara já. Þannig að það er ekki hægt að plata neitt. Og ég er að endurtaka mig mjög mikið en þeir eru alltaf að reyna að gera þetta betra og betra og ég held sko að það var pínlítið ýtt á það kvisaðist eitthvað út að þeir voru að prófa gervigreindarskráningu og það var múesingur á Ölmu póstlistanum og það voru allir bara má ég prófa og þannig að þeir settu sko fyrr af stað svona test umhverfi í sandkassanum sem er svona pröfu umhverfi Ölmu en þannig að sko já, við höfum tekið eftir að mjög mikið breyst síðastlega ár sem við erum búin að testa þetta en þetta er ennþá rosalega svona ensku miðað sem þýðir ekki það að það sé bara hægt að nota þetta á viðföng sem eru á ensku. Þetta þýðir það að bókfræðafærslan sem við fáum í hendurnar eða á skjáinn fyrir framan okkur er mjög ensku miðuð. Hún gefur bara efnisorð úr Library of Congress sem að þýðir þá, þetta er svolítið eins og að sækja færslu, þeir eru þá kannski með efnisorð á ensku fyrir framan ykkur sem þið notið mögulega ef ykkur finnst þið passa til þess að velja efnisorð lykilskrá. Og stýrður orðaforði er líka aðeins í boði á ensku sem er þá hlutverkahætti og 330 svið en normalization reglunar eiga að grípa flest en það er ekki svona rauntíma þýðing heldur er bara listi í reglunni yfir algengustu gildin sem við erum að nota þannig að ef að gervigreindin kemur með eitthvað svona hlutverkaheiti sem er ekki mjög oft notað þá er það langlíklegast á ensku því það er ekki í listanum í reglunni. Það er á dagskrá hjá Exlibris að bæta við fleiri tungumálum. Ég veit ekkert hvar íslenskan væri í þeim í þeirri röð en mjög neðarlega. En eins og ég sagði, þetta þýðir ekki að það sé ekki hægt að nota þetta á alls konar tungumál og við erum búin að prófa, María er búin að prófa alls konar tungumál og oftast virkar þetta bara ágætlega. Það er svona aðeins mismunandi eftir hvaða tungumál bókin er á, hvernig niðurstöðurnar eru en hún er bara oftast ágæt í íslensku, snýr höfundum rétt og eitthvað svona, þannig að já. Hvernig virkar þetta? Eins og ég sagði, þetta byggir á myndum. Það er hægt að hlaða upp alltaf 4 myndum af viðfangi beint inn í Ölmu og þið getið gert þetta úr lýsigagnarritlinum. Þið getið ekki gert þetta núna. Það þarf að vera með sérstakt hlutverk á notandanum ykkar. Já, það er hægt að gera þetta í lýsigagnarritlinum og þá er hægt að nota, myndavélina á tölvunni til þess að halda bókinu svona fyrir framann og taka mynd. En það er frekar erfitt og niðurstöðurnar þá virðast vera það virkar allavega ekki með myndavélina á tölvunni minni virkar ekki mjög vel að lesa úr því. Þannig að það sem virkar betur er eiginlega að taka myndir úr símann sinn og þá getið þið, hlaðið þeim upp í tölvunni ykkar og hlaðið þeim svo upp í Ölmu. En við erum líka búin að vera að testa að það er til Ölmu app og í því er hægt að senda gervigreindarfærslur bara beint af stað úr símanum. Þá opnar bara appið og biður að búa til gervigreindarfærslu og opna svo bara myndavélina í símanum og bara klikk og sendur af stað úr símanum þínum og svo birtist hún bara í lýsigagnarritlinum hjá þér á tölvunni að því þú varst innskráður notandinn. Og hún birtist bara sem drög, hún er ekkert vistuð strax inn í bókfræðigrunninn þannig að það er hægt bara að sjá hvernig það virkar og hendi þessu svo en það er alveg bannað að vista svona færslur í bókfræðigrunnin án þess að fara yfir þær. Þannig að það er enginn að fara að taka vinnun ykkar af ykkur. Þetta er ekki svona útópískt eins og ég talaði í fyrra. Þetta er í raun og veru frekar bara svona hjálpartæki.
til þess að fá drögafærslu. Þannig já, þið verðið að vera með mjög gagnrýnin augu þegar þið vinnum með svona færslur og lesa alveg mjög ítarlega yfir, sko. Þannig að, já, eins og ég sagði, þið eru ekki að vera óþörf. Við hugsum þetta meira sem svona hjálpatæki til að minnka handvirkan innslátt. Ef þið eru með einhverja bók og pikkin allt efnisyfirlit í 505 sviðið, þá er þetta, dundur tæki til að nota í það. Eða ef þið eru með bók á tungumáli eða jafnvel letri sem þið lesið ekki, þá er bara rosalega gott að vera bara komin með byrjunarpunkt og þurfa ekki að vera að slá þetta inn sjálfur eða finna einhvers staðar á netinu til þess að copy-pasta eða nota Google Lens eða eitthvað, ég veit það ekki. Þannig að, já, þetta getur mjög hjálplegt, en það er samt alveg, val hvort þið viljið nota þetta eða ekki. Það er enginn frá að þvinga ykkur til að nota gervigreind til þess að skrá, þetta er bara svona, auka hjálpatæki, en það verður ekki boði að bara fá þetta. Þessar skráningar tók þá ákvörðun að það þarf að mæta á bara stutt námskeið hjá mér sem að verða haldin í haust. Við ætlum að bjóða upp á bæði staðnámskeið og fjarnámskeið, en ég held að þetta sé svona efni sem ég myndi mæla sterklega með að mæta á staðinn, af því að þetta er bara spurning að prófa að gera nokkur sinnum og þá sér maður svolítið svona hvernig þetta virkar. Þannig að, já, það verður krafa að koma svona námskeið áður en að þið fáið heimildina inn í Ölmu, en svo þeir sem eru nýjir skrásetjarar þá reikna ég bara með að þetta fari inn í skráninganámskeið hjá Landskerfi, þannig að, já, það verður bara þannig. En við getum eiginlega ekki sett bara opna hliðið og lyfta öllum. Þetta er aðeins meira heldur en að segja það. Þannig já, nú er ég hætt að predika og María ætlar að fara að sýna ykkur eitthvað svona skemmtilega niðurstöður og já. Svo vel, takk. Herði, ég ætla að byrja að sýna ykkur bara úr lýsingarnarritlinum. Ég sýna ykkur þetta líka bara inn í Ölmu eftir. Ég ætla að fara að sýna ykkur nokkra færslur sem ég er búin að búa til. Þegar maður býr til nýja færslu þá kemur þetta, þegar búið að virka þetta hjá manni, þá stendur þarna efst, ég náttúrulega gula það ekki neitt, að búa til með gervigreindar aðstoð. Og ef maður velur það, þá poppar upp þessi mynd. Þá þarf maður að fylla út titilinn og það hefur ekki skipt miklu máli hingað til hvað maður setur þarna, þannig að ef maður er með bók á tungumáli eða letri sem maður þekkir ekki, þá getur maður bara sett kóresk bók eða eitthvað. Og svo þegar maður hleður myndunum inn, þá yfirskrifar færslan titilinn, nema þegar hún gerir það ekki. Það gerðist líka í gær, ég var að prófa. Síðan eru 3 mismunandi leiðir til þess að lesa myndirnar og það koma rosalega ólíka niðurstöður stundum út úr því. Að þetta er nýtt. Upphaflega var bara gervigreindarstöð og seinni Document Intelligence og Tesseract, það er frekar nýtt. Ég er ekki alveg búin að prófa það neitt svakalega mikið, en smá. Já, síðan bara hliðar maður upp myndunum sínum og stendur búa til og þá verður til færsla. En ég skal sýna ykkur þetta eftir líka í Ölmu. Svo ætla ég að sýna ykkur myndir af dæmunum sem ég er með. Ég ætla að byrja á sýningu og svo ætla ég að fara yfir í Ölmu og sýningu færslunar. Já, þetta er spor í bókmyndafræði, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta nógu vel, en þetta eru bara myndir sem ég tók á símann minn, af því að ég prófaði, og ég nota appið yfirleitt, ég prófaði sem sagt, eins og Kristín Lilja sagði, að taka á símann og hlaða upp í tölvuna og það er rosalegt vesen. Ég er búin að vera að opna tölvupósti minn og setja þetta þá í viðhengi í einhvern póst og vista það sem drög og þá er það komið upp í tölvuna og þá get ég vistað í tölvuna og þá get ég fært yfir í Ölmu. Það er bara, ég nefndi því ekki. Þannig að ég er búin að vera að nota appið og það virkar mjög vel. Þá er vissulega ekki hægt að velja þessar mismunandi aðferðir ennþá í lestri, það er ekki hægt að velja Document Intelligence og það, en það kemur nú örugglega inn líka. En ég ætla að sýna ykkur þessa bók, ég veit hún er til skráð, en ég valdi hana vegna þess að það er ritstjórar á henni, það eru margar greinar, það er formáli og hún er á íslensku. Þannig að þið sjáu dæmi hana á eftir. Síðan var ég með þessa bók sem er alveg örugglega líka til skráð. Þetta er bara 8. útgáfan af bókum, skrifum bókmyndir. Og inn á þessum myndum, ég ætla að taka það fram, maður þarf ekkert að vanda sig eitthvað svakalega mikið.
það var alveg, puttin á mér kom alveg inn á myndirnar og það sást í aðra bækur undir í bunkan og eitthvað svona, ég er aðeins búin að klippa þær til, þannig þið þurfum ekki að sjá það. En aðalatrið að þetta sé skýrt, þannig að sé hægt að lesa það. Svo hérna Kóres barnabók. Þá tók ég hérna mynd af forsíðunni og baksíðunni, titilsíðunni og svo aftast í kóreskum barnabókum mjög oft svona auka upplýsingar, hvað sér? Upplýsingarstæði, já, takk. Þar sem koma fram ISBN-númer og jafnvel efnisorð og allar mögulegar upplýsingar. Og svo var ég með eina víetnamska, þar sem ég tók bara mynd af kápunni, kápan og titilsíðan voru alveg eins og síðan tók ég mynd aftast í bókinni þar sem þau eru með svona cataloging in publication yfirleitt, sem mjög praktískt ef maður að nota gervigreind. Og ég hef verið að nota þetta rosalega mikið einmitt í þessar barnabækur og erlendum málum, bæði með letri sem ég kann ekki og líka bara á tungumálum sem ég kann ekki og þetta hefur stytt tímann sem það tekur alveg svakalega mikið. Ég þarf ekki lengur að kunna kýrlísletur eða muna hvað orðin þýða, þó maður muni alltaf maður búin að gera þetta nokkrum sinnum. Þannig að þetta hefur verið mjög hjálplegt. En nú ætla ég að sjá hvort ég geti skipt yfir í Ölmu. Ég margt hvernig maður gerir það. Já. Hvar er hún? Mamma, hérna. Kemur hún? Þarna er hún. Nei, svona. Það er svo vesen á þessum skjá. Svona. Getur þú alveg deilt þessu í upptökunum? Þessu í upptökunni? Já. Einan þú koma sig. Ég get sagt ykkur meðan að ef einhvern veginn ágjörði það ekki verið að nota gögnin sem við setjum upp í Ölmu til þess að þjálfa gervigreindina, eða þú veist, Ex Libris segir það. Og hún notar í raun og veru bara það sem í mállíkaninu og svo myndirnar sem þið látið hana hafa til þess að búa til niðurstöðunar. Ég kannski að til þess? Ég held það, ég dróði þetta yfir á þennan. Ok. Ok. Get ég samt séð lýsingarnaritilin hér líka? Það er vissan. Ok. Ég hjálpa þér. Ég er rosalega fegin, ég ætlaði að vera að skipta oft á milli PowerPointsins og internetsins og ég hætti við það. Það var skynsamlega ákvörðun sé ég. Þetta lýsir gegn ritillin, já. Við elskum við það hjól. Ég þarf samt eiginlega að fá hann, já, skipta. Hvað færslu ætlar að byrja á? Labba þú bara þangað og bendi mér. Já, það fórst við það upp. Eru hérna? Ég ætla að byrja á spori bókmennafræði. Já, ég sé ekkert hvað stendur, sko. Nei, ég var það. Ok. Hún er samt að hugsa. Já, ég veit það. Já, upptakan. Já, ég var það bara ekki. Já, ég bara... Já, spori bókmennafræði. Já, þarna er hún. Hérna... Já, það virkar. Sko, þetta er ein útgáfa sem ég hlóði inn á spori bókmennafræði. Ég hlóði inn nokkrum útgáfum með þessu mismunandi lestra á myndunum. Og þið sjáu þarna í listanum hjá mér, það stendur allt búið til með gervigreind. Þegar ég hlið þessu inn, þá kemur þetta merkt svona með þessu bláa. Þetta mörgum, já, þetta er mörgum stöðum. Já, sko. Þarna kemur spori bókmennafræði. Þar er hann Garðar Baldinsson, ritstjóri, settur í 100-sviði. Hún vill alltaf setja ritstjóra í 100-sviði. Svo kemur hann hérna líka, það kemur ekkert innganginn sem hann Garðar skrifar. Hins vegar sé ég að eðin virka, þau virka ekki alltaf, stundu kemur D þar sem að stendur eð. Þannig maður þarf að lesa þetta vandlega yfir. Útgáfu upplýsingarnar eru réttar, síðan kemur hérna komur þetta over, lýsing á ensku á bókinni. Generated by AI. Og ég verði að henda því út, en ef það kemur from publisher þá held ég því inni. Nema ég myndi ekki hafa enska lýsingu á spori bókmennafræði í færslunni, ég myndi henda því. Ég er ekkert búin að eiga við þessa færslunni, ég er bara búin að hlaða það mynd. Síðan kemur hérna tvisvar sinnum eins og þið sjáið, part of the metadata hana. Og síðan komur nokkur efnisorð sem sjást kannski vola lítið.
á ensku og þetta eins og Kristín sagði hægt að nota til hliðsjónar. Þetta náttúrulega ekki efnisorð sem ég myndi nota fyrir spor í bókmennafræði en maður getur notað þetta svona til þess að átta sig á, sérstaklega kannski ef maður er með bók á tungumáli sem maður kann ekki sjálfur, þá getur það verið mjög gagnlegt til þess að aðeins að fá svona hugmynd, svo kannski getur maður að googla bókina líka en ég hef nú rekið mig á það, þær eru ekkert endilega til, sérstaklega eins og víetnamskar barnabækur eru ekkert endilega til á netinu neins þar. Ég ætla að fara aðeins hérna aftur upp, sem hvort ég komist. Já, hérna koma 007 og 08 sviðin, en ég ætla að sýna ykkur aðra útgáfu, sem hún þessi hér. Hér sjáu þið aðra útgáfu, þarna kemur ekkert 007 svið og ekkert 008 svið, það er bara alveg happa og glappa hvort að það komi. Valdirðu færslusniðið fyrra dæmi? Ég hafði bara nákvæmlega sömu stillingar í báðum. Nema þetta var önnur útgáfa af hérna. Ég er búin að gera þetta nokkru sinnum, þannig ég veit ekki alveg. Og hérna, þarna kemur Garðar sem höfundur, ekki ritstjóri. Hérna kemur eins og að formálinn, þarna eru engin allavega hérna. Þið veitum, við erum ekkert að fara að missa vinnuna, sko. En sjáu þið samt fyrir ykkur að þurfi ekki að pikka þetta allt inn og þó að þið myndi finna efnisyfirliti, þar greinamerkin eru komin. Já. Þú veist, þið þurfi bara að fá að lesa yfir hvort þið séu og svona. Að sýna ykkur ástæðan fyrir því ég tók spor í bókmennafræði, var ekki með þriðju útgáfan eða eitthvað þar. Jú, næst. Þarna. Á ensku. Lýsing á ensku í bókinni, Nei. Það sér að stendur hann að generated by Já, AI. það er engin lýsing í bókina. Þessu myndir sem ég tók, þá tók ég titilsíðuna, efnisyfirlitið og eitthvað eitt enn sem var, það var aftan á titilsíðun. Hérna kemur ekki 007 og ekki 008. Hér er Viktor Slovski orðinn höfundur, hann á fyrstu greinina í greinasafninu. En það sem var gott við þessa hérna útgáfu, þetta var Document Intelligence, ég man það vegna þess að í þessari færslu koma allir höfundarnir á öllum greinunum. En það snýr ekki rétt. Já. Þannig við þurfum að snúa því við. Það er allavega búið að pikka þetta inn. Og síðan þarf að laga vísana á íslensku nöfnum kemur aldrei réttu vísir, en nöfnin snúa rétt fyrir okkur. Og síðan sjáðu þarna kemur í 505 yfirlitið. Þannig að hérna, þá þarf maður ekki að pikka það inn. Þannig að þetta er mjög gagnlegt, en þetta er alls ekki. Svo var ég með hérna hina ensku bókina, þar var hún hérna næst. Þessi hér sem var Short Guide to Writing About Literature. Það kemur ekkert rosalega mikið, en það kannski var ekkert mikið af þannig upplýsingum í þessari bók, ekki nema maður ætla að hafa kannski eitthvað efnisyfirlit með, sem að ég held að hafa ekki verið í þessari bók. Þetta er ekki bók sem að ég hefði skráð með gerðgreind, ég myndi bara frumskráða þessa bók. Og ég mat þetta svolítið svona eins og þegar maður er að flytja inn færslur. Er meiri vinna fyrir mig að flytja hana inn og hreinsa hana eða að frumskráða hana. Þannig að þessa hérna hefði ég sennilega bara frumskráð sjálf. Af því það er alveg aukasvið sem koma inn hérna 024, 041, 050, alls konar eitthvað sem ég þarf þá að henda út og svo þarf að breyta öllum efnisorðunum. Já, það er alls konar. Þannig að já, það er bara, já, þið sjáu, þetta er ekkert alveg 100%. Hins vegar, það sem hefur gagnast mér mjög vel er í erlendu barnabókunum. Þá var ég með þessa hérna kóresku. Kemur þetta alltaf fyrir. Og þá þarf ég ekki lengur að pikka inn sjálf eða fara að finna bókin einhvers staðar á netinu og copy-pasta, heldur kemur þetta inn af sjálfu sér. Og ég hef verið að tjekka af, fyrst þegar ég var að byrja að gera þetta, þá vantaði oft eitt tákn aftast, ég tek bókina og hef hana við hliðina og ber saman sko öll táknin, alla stafina, hvort þetta sé alveg rétt og fyrst vantaði kannski einn í endan á orðunum, en nú er þetta svona nokkurn veginn komið betur, ekki 100% samt, en ég treysti þessu betur núna. Og svo hef ég líka, af því að þetta er tungumál sem ég les ekki, þá hef ég líka verið að taka textan úr hérna 245 reitnum og setja hann í Google Translate og athuga, er þetta ekki örugglega titillinn, er þetta nokkuð, þú veist, útgefandinn eða eitthvað allt annað. Bara til að vera alveg viss að því maður á ekki að treysta gerðugreindinni, 100%. Þannig að ég hef verið að svona double-checka alla svona hluti og líka svona lýsingar eins og þú sagði 520 þar sem ég hef ákveðið að halda þeim inni.
Það hef ég líka sett þar í Google Translate til að vera alveg viss hvað stendur. Svo ég sé ekki að setja eitthvað rugl inn. En þannig myndi ég breyta höfundinum og þá hef ég til dæmis notað Copilot til þess að aðstoða mig við að umrita og segja Copilot að umrita samkvæmt reglum Library of Congress. En það kemur, ég held að það hafi ekki verið í þessari færslu. Nei, kannski var það í hinni við þau. Ég hlóð þessu líka einn tvisvar til að sjá munin. Ég held að þessi fljótar færslusnið bakom, sko. Það þessi tómu sviðir að koma færslusnið. Já. Já, ok. Það hægt semst að velja að hafa færslusnið ofan á eða undir einhvern veginn. Já, ég var bara með hætta því allt. Hérna, þið sjáið kannski ekki sem sitja aftast en hérna neðst þá kemur koma tómsvið sem eru 880 sviðin og þar er búið að umrita kóreska textan og það kemur stundum ef maður er mjög heppinn. Þá kemur það og þá þarf maður ekki að biðja Copilot um að umrita en hins vegar hef ég séð það að umritunum sem er notuð í Ölmu er sama og Google notar. Og í tilfelli kóresku þá eru þau að nota einhver svona staðlaða kóresku umritur sem er notuð í Suður-Kóreu af bara öllum stjórnvöldum öllum. Þannig að þetta er ekki alveg 100% það sama og ég myndi kannski nota, en ég hef samt alveg látið þetta vera. Og síðan er það mjög praktist þegar að koma inn svona eins og höfundarnir og útgefandinn og það á með kóresku letri að fá það umritað næst svo maður átti sig betur á því hvað þetta er. Já, síðan er ég með síðasta sýningur. Þú viskla færsluna, raðast þá 880 sviðin á réttan stað. Stundum. Stundum koma í þessu tilfelli þá er ekkert tengisvið inn í 880 færslunum og ég hef prófað að bæta því við og láta það standa og þá var ekki hægt að vista það. Eða það bara gerist ekkert. Og svo prófaði ég aftur. Og þá kom Við erum ekkert að fara að missa vinnuna, það er nóg að laga þessu sko. En þetta er ótrúlega praktískt til þess að setja inn efnisyfirlit, ef eru margir höfundar, ef let sem maður skilur ekki eða kann ekki, bara til þess að stytta tíma sem tekur í svona handavinnu. Og síðasta var þetta er víetnamska bókin sem ég var með. Honum bara, ég veit nú ekki. Það var alltaf 0,8. Já, og þú sjáu þið líka í 300 sviðinu þá er þetta 24 TR, það er eins og kemur fram í víetnamsku bókinni líka aftast svona cataloging and publication og þá kemur það bara orðrétt. En með þessa fannst mér mjög praktískt að þetta er, þið séu að það kemur í 041 svið, þetta er þýðing á kínverskri bók. Og í 500 sviðinu stendur Vietnamese translation of the Chinese work. Þú var ekki hugmynd það? Ég hafði ekki hugmynd það, já því ég kann ekki vietnamsku. Já, og svo meira sér stendur einhvers staðar í þessu hver titillinn er á kínversku. Þannig að þetta var mjög praktískt og kom sér vel að hafa. En hér kemur neðst, sem sést alveg örugglega ekki, 880 svið, þar sem er umritun. Og það virðist vera tengisvið í því, en ég veit ekki hvort það virki, kannski. En víetnamska er yfirleitt ekki umritið, þannig að það er óþarft að hafa 880 sviði þarna. En það kemur samt yfirleitt í víetnamsku. Þannig að maður þarf að fara yfir færslurnar rosalega vel og það þarf að bæði taka út svið sem koma aukalega inn og þá þarf stundum að bæta inn sviðum sem við notum og er ekki notuð annars staðar. Eins og stundum kemur ekki 007, stundum kemur 008 útfyllt, stundum kemur það smá útfyllt. Það þarf að athuga höfundan og svo þannig að tengja þá við nafnmyndaskrá. Stundum eins og ég held ég sé með eina úkraínska var það ekki? Já, stundum kemur sem sagt í sviðið textinn á frummálinu og þá hef ég bara bætt við í breytingaraðgerðir. Það er þangað og sett. Mjög erfitt að gera þetta svona til hliðar. Hvað var þetta nú? Bæta við annarri myndrænni framsetningu til þess að fá 880 sviði inn. Þetta er rosalega. Og síðan hef ég bara farið niður. Ef það kemur 880 svið með umritun, þá hef ég bara náð í það þar copy-paste það upp með því að hafa bætt þess. Það er alls konar svona
fiff sem maður getur gert til þess að nota samt það sem kemur inn þó það sé ekki tengt. Þannig að, en já, þetta er svona, mér finnst þetta mjög svipuð vinna eins og þegar maður flytur inn færslur. Maður er svona, einmitt að lesa þetta yfir og athuga, er allt rétt, passar þetta allt saman, er þetta upplýsingar sem ég vilja séu hérna, er þetta það sem er notað hjá okkur, já, er umritunin, er frumtextin sem kemur inn, er þetta rétt? Og þetta, eins og segi, ég er búin að vera að skrá mikið af barnabókum á úkraínsku og víetnamsku og öllum mögulegum tungumálum og það gengur miklu betur. Ég get bara sagt ykkur það, ég treysti mér núna til þess að fara að skrá arabískar bækur sem ég er búin að vera aðeins svona, hvernig fer maður að þessu? En ég held að það verði mun þægilegra og betra. Og ég er líka bara viss að það komi betri niðurstöður en ef ég sæti og reyndi að finna arabíska letrið og pikkaði það inn, þá held ég að þetta sé réttara sem kemur þarna inn, þó maður ber það alltaf saman til að vera viss. Þannig að, já, ég ætla að sýna ykkur hvernig þetta kemur út ef maður ætlar að búa til nýja. Það er nýtt, búa til með gervigreindaraðstoð, þá kemur þessi reitur upp. Þið getið síðan að bæta við sviðum úr færslusniði. Já, hér getur maður valið lýsigögnin og það kemur alltaf svona mjótt. Ekki hjá mér. Það ekki. Hér getur maður valið lestrartegundina, gervigreindaraðstoð, document intelligence og tesseract. Ef maður velur document intelligence þá gengur mun betur að fá efnisyfirlitin inn. Þau koma alveg rétt ef maður velur það. Þannig að það er svona mismunandi hvað eru ítarlegar upplýsingar sem koma. Og svo er komin inn fítus sem heitir auðgafærslu með gervigreind og þá er sem sagt hægt að bæta við myndum. Þannig ef maður er með bók sem er með 4 blaðsíðum með efnisyfirliti og maður vil samt hafa líka titilsíðuna og eitthvað svona þá ertu komin yfir 4 myndir sem er hámarkið, þá er sem sagt hægt að bæta við. Og þá getið þið valið líka, það var kannski líklegra að þið veljið eitthvað eitt af þessu. Já. Ef þið viljið fá, þú veist, efnisyfirlitið inn, að velja þarna, content, auxlis. Já, þannig að en ég prófaði það í gær og það er ekki komið, það virkaði ekki. Hvað eftir ég veit á því? Já, ég gat gert þetta en það kom ekki. Það sagði bara, ég gat ekki gert þetta. Þannig að við erum að skoða það betur. Já, þannig að þetta er allt í vinnslu. Þetta er búið bara, eins og Kristín Léli sagði, það er búið að bætast helling síðan að ég byrjaði að skoða þetta. Þetta er orðið miklu betra og miklu meira af upplýsingur sem koma inn og þar eru réttari. En langt frá því að vera fullkomnar. Já, það er alltaf, eins og segi, þetta er bara eins og mjög svipað á flytjum færslu. Finnst mér. Í heildina að þetta spari tíma þetta aðalega bara að losna við svona, allan innsláttin og allt. Mér finnst þetta spara mjög tíma við skráningu. Einmitt sérstaklega ef það þarf að slá inn mjög mikið af upplýsingum, þá er þetta mjög fljótara. Þess vegna myndi ég ekkert endilega vera að skrá bók sem að væri svona frekar með litlum upplýsingum, eða eins og þessi var bara, það var bara útgáfa og einhverjir 2 höfundar eða eitthvað svoleiðis. Ég myndi frekar gera hana handvirkt en fyrir svona færslu með mikið upplýsingum þá myndi ég klálega að nota þetta frekar. Já. Þá setur maður inn 040 D og stafina sína. Safnkóðan. Já. Það er hægt að leita af öllum færslum sem eru búnar til að gervigreind. Það er index fyrir það. Já, en þið getið alveg rekið á svona færslur. Við erum komnir í tímann. Já, mér finnst það skemmt. Ég gæti talað um eitthvað fleiri spurningar? Þau ekki alltaf koma námskeið. Það er alveg mjög gagnlegt. Ég myndi mæla með að fara á námskeið og maður kannski sjá ekki fyrir sér að nota þetta mikið. Maður getur alltaf lent í því að fá bók á úkraínsku eða einhverju með mörgum blaðsíðum af ritstjórum og höfundum og greinum og allt mögulegt. Þannig að það er alveg gagnlegt að hafa þetta, finnst mér. Ok. Yes. Er það ekki bara komið kaffi? Það var bara